Við skulum leggja stundin í Guðs hendur í bæn. Já, kæri Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lifir í dag og þú ert með okkur og þú ert mættur á þennan fund og þú munt tala inn í hjört okkar í kvöld. Þú munt gera stóra hluti í líf okkar í Jesú nafni. Amen. Amen. Mér langar að segja frá því þegar hvern svona mín fyrstu skref í göngunni með Guði voru. Það er þannig að þegar við játumst Jesú og segja þú ert minn drottinn og þú ert minn Guð og ég gef þér líf mitt, þá gerast kraftaverk í líf okkar. Það fæðist eitthvað nýtt innra með okkur. Eitthvað sem ekki var áður, eitthvað nýtt líf sem Guð kveikir innra með okkur. En þetta líf, það þarf að vaxa og það þarf að dafna, ekki satt. Þannig að mér langar, og oft er þetta svona þannig þegar við höfum eignast þetta líf, þá veitum við ekki alveg hvernig við höfum svona að bera okkur að, hvernig við getum hlúðað því, hvernig við getum vaxið því. Og mér langaði til að bara deila með ykkur í kvöld, hvernig svona mín fyrstu skref voru, ef einhver getur lært af því. Það getur hjálpað einhverjum. Það er þannig að ég man mína bernsku vel. Ég get tímasett til dæmis með öruggum hætti atburði sem gerðust rétt áður en ég var 4 ára. Ég ætlum ekki að segja hver atburðurinn er mikið því að þar var ég mér til háborunnar skammar og var hrekkjóttur. En ég get tímasett þennan atburð. En það sem ég man úr æsku minni er að ég trúði ekki á Guð. Og það var enginn sem var að innræta mér það að það var enginn Guð til. Ég bara gat ekki trúað að það væri til Guð. Mamma sagði mér sögur af Jesú og það var þá út af því hún var kennari og hún var að kenna biblíusögur og sögur og segja mér þær. Mamma trúði ekkert sjálf. Pabbi hins vegar, hann var trúaður á þeim tíma og fór í kirkju, fór í kaþólsku kirkjuna og hann kenndi mér bænir og sagði mér eitthvað. En ég gat bara ekki trúað. Ég var á leikskóla og ég man eftir því enn þann dag í dag þegar að krakkarnir á leikskólanum komu til mín og sögðu Guð er sko til. Og ég leit bara upp í loftið og bara gat ekki trúað því. Og pabbi hann setna svona hvarf frá trúnni en 79 ára gamall þá tók hann á móti Jesú. Amen. Ég var semst algerlega sannfærður um það að engin Guð veri til. Mér langaði alveg að veri til Guð. Mér langaði til að mér fannst það ómögulegt að ég myndi lifa ykkur lífi, svo er það bara búið, svo er ég ekki til meir. En ég var alveg sannfærður um að þannig væri það þó ég hefði viljað hafa það á hinn veginn. Svo gerist það að ég er tæplega 13 ára gamall. Það var svona hálfu mánuð ári í átt afmæli. Þá fór ég með vinum mínum upp í Vatnaskó á mót sem var enda fyrir fullorðna. En við vorum þarna, tjölduðum og fórum á bátana og skemmtum okkur og var gaman félagarnir. En ég fór ekki á samkomur, þær voru í samkomu tjaldi. En ef ég gekk fram hjá tjaldinu, þá var eitthvað sem með óskiljulegum hætti verið svo togaði með samkomunum og þess ég heyrði, það einhvern veginn svona hafði sterk áhrif, þetta var svona kristilegt mót. Nú, þá gerðist það að ég ákveði að fara síðust samkomuna og vera hann alla, bara svona fyrir siðasækir. Og þá sit ég hann á samkomunni og ég bara er einhvern veginn svona frá mér numinn. Ég man ekkert hvað var sagt. Ég man 2 söngva sem voru sungnir en það er eina sem ég man eftir samkomun sjálfri. Það var eitthvað að gerast hérna innra með mér. Og allt í einu sit ég hérna og spyr, skildi þetta vera satt? Skildi þetta vera satt? Og svo sagði ég, á ég að gera það? Enginn hafði kennt mér hvað var að taka á móti Jesú Kristi sem frelsara sínum. Enginn hafði sagt mér það. Ég hafði aldrei heyrt talað um það. En eitthvað innra með mér knúði mig
til að gefa Jesú líf mitt og ég gerði það þarna á þessari stundu. Ég hefði ekki trúað á hann klukkutíma áður en þarna gaf ég honum líf mitt. Og það var bara eins og himinin hefði opnast. Ég titraði allur og skalfa gleði. Svona gleði eins og menn upplifir þegar ég fá rosalega góða fréttir. Og ég bara efaðist ekki að þessu augnabliki Guð. Og svo var bara mótið búið og það var gert í bæinn og á leiðin í bæinn þegar ég er að nálgast Reykjavík þá kemur þessi hugsun, getur verið þetta sem satt þessi til Guð? Og ég segi, nei, ég geti eiginlega ekki trúað því, þrátt fyrir þessa reynslu. Og svo vaknaði ég daginn eftir og ég fann að eitthvað gerst innra með mig, það var eitthvað öðruvísi. Og ég strögglaði með þetta, hvort það væri til Guð, en ég gat ekki neita því sem ég hafði fengið að reyna. Og ég vissi ekki neina kristilegar samkomur, ég reyndi bara að lesa Nýja testamentið, ég fór á KFUM-fundi fyrir unglinga, ég vissi ekki neitt kristilegt í bænum. Og þannig leið árið. Þá fór ég í vatnaskó árið seinna og það fannst mér eins og ég hefði misst allt sem ég hefði fengið upplifað þá og vildi fá að reyna það aftur. Þá vildi ég fara á sama stað til þess að fá upplifað þetta aftur. En það gerðist ekki á þennan hátt sem ég bjóst við og endunum þá steig ég skref sem var rosalega erfitt fyrir mig. Ég gekk að manni sem hefði verið svona í fyrirsvari, einn af þeim sem var í fyrirsvari fyrir þetta mót, sem var árið seinna, og sagði bara honum frá því, ég mig langaði til að eiga þetta líf og bað hann að hjálpa mér. Og ég er einn af þeim sem hef gegnum tíðina átt erfitt með að biðja um hjálp. En þarna gerði ég það. Og hann fór með mig í kapellunni í Vatnaskógi, lítil kapella, og þar dró ég svona biblíuvers og það var úr Hósea og þar stóð, ég mun festa þig mér eilíflega, ég mun festa þig mér réttlæti og réttvísi, í kærleik og miskunnsemi og þú skalt þekkja Drottinn. Og þetta svona snerti við mér. Og svo sagði hann mér frá kristilegum samkomum. Og þegar það var heimvar komið þá fór ég á fundi á kristilegum skólasamtökum, ég fór á almennar samkomur fyrir fullorðið fólk í KFUM og ég fór á samkomur hjá Kristbósfélaginu, ég var alltaf á samkomum. Og ég þráði bara að upplifa Guða sterkt og mikið. En efasemdirnar þær sóttu að mér. Gat verið að það væri til ykkur sem héti Guð og væri Guð. Og það var rosalega togstreita. Og að því ég pælari, þá fór ég að kynna mér heimildirnar á bakvið Biblíun og þá aðalega Nýja testamentið. Og mér til svona mikils léttis, þá komst ég að því að frá svona sagnfræðilegu sjónarmiði er þetta rosalega sterkar og áræðanlegar heimildir. Og það lá alveg kristalstært fyrir að Jesús hefði verið til og hann dó á krossi og það var alveg ljóst að hvað sem menn segja hefði gerst þegar á páskasunnudag, það voru lærisveinar hans ekki í vafa hvað þeir sáu og þeir voru tilbúnir til að gjalda með lífi sínu fyrir þennan boðskap. Það var ekkert í þessu fyrir þá, peningalega en eitt slíkt, ekkert á þess að græða fyrir þá, annað en bara vesinn, svipuhögg, fangelsi og píslavættsdauði. En þeir voru svo sannfærðir það sem þeir sáu að það skipti þá ekki máli. Þeir efuðust ekki þeir hefðu séð Jesú upprisinn, mörgum sinnum. 500 manns höfðu þennan vitnisburð. Og svona rúmu 1,5 ári eftir þessa stund þegar ég tók á móti Jesú, þá voru efasemdirnar horfnar. Og ég fann fyrir nærveru hans og lifði í samfélagi við hann. Og þá fór ég svona
það var svo mikið ríkt í mér, ég vildi fá að reyna Guð, ég vildi fá að upplifa hann, kraftans og sjá að hann væri raunverulegur. Það var rosalega ríkt í mér, ég vildi að sjá að hann væri raunverulegur. Og ég man eftir því ég las bók sem talaði mjög sterkt til mín, heitir Njarðarkirkjan og fjallaði starfsemi kristinna manna í Rúmeníu undir kommunismunum þegar menn voru fangelsaðir fyrir að boða fagnaðarerindið. Og Biblían var bönnuð og það var verið að reyna að smygla Biblíum inn í þessu land. Og þessi maður var heimsfrægur, mjög þekktur. Hann hafði verið 14 ár í fangelsi í Rúmeníu þegar að rúmensku stjórnvöldum voru borgað fé fyrir að leyfa honum að fara úr landi. Og þetta var svona maður sem hafði aðgang að þjóðhöfðingjum allan heim og var bara mjög þekktur. Og þarna er ég að lesa bókina eftir þennan mann frá Rúmeníu og ég segi, Guð, ég vil fá að hitta hann. Bara bað svona. Og svo gerist það að það líður ykkur tími, ekki mikill. Þá er sagt frá því að hann sé að koma til Íslands og hann sé ætla að halda samkomur og segja frá. Og það var í Fríkirkjunni og mikið fjölmenni og sá sem túlkaði var prestur sem hét Halldór Gröndal og ég var þá bara 14 ára gamall eitthvað, kannski orðinn 15. Nei, ég var bara 14 ára gamall og þá er ég staddur í Grensáskirkju einhverjum ástæðum og eitthvað að spyrja prestinn að því hvernig þetta sé með þennan Wurmbrand og þá sem var komið til landsins og þá segir hann við mig bara að fá að hitta hann og við fengum að hitta hann á ákveðnum stað og stund og konans og það var mikil blessun fyrir mig. En þegar við komum þá sagði presturinn, já ég verið víst að standa við það sem ég lofaði, það þetta svona hrokki út úr honum og séð eftir því að hafa verið að lofa þessu, en ég vissi að þetta var bænasvar frá Guði, þannig fór ég að reyna Guð sko. Og svipa leiti þá var ég fór ég í Sund í Laugardal en bjó í Hafnarfirði. Og eftir svona sundverið fór ég alltaf til afa og ömmu og þar fekk ég að borða. En það voru engir farsímar á þessum tíma, til ykkur í símklefar. Og þegar ég var kominn til afa og ömmu sem var í Klaðheimunum, og labba frá Laugardalslögunum, þá kom ég að læstum dyrum. Það var enginn. Og enginn leiðin á sambandi við þau, af því að það var bara fastlinn símar til. Og ég var að deyja úr hungri. Þá segi Guð, gefðu mér að borða. Þegar ég stend þarna fyrir framan dyrnar hjá afa mínum og ömmu. Og þá bankaði í bakið á mér og sagt eða allavega, já, gerði maður vartis og segi, heyrðu maður ekki búið þér í afmæli. Og það var sem sagt á hæðinni fyrir neðan afa og ömmu. Og þar voru sko þvílíkar kræsingar sem ég fekk. Þannig að Guð ekki bara bænheyrði mig, heldur let mig fá kræsingar úr stórri og mikilli veislu. Og þannig, það er eins og, ég held að Guð hafi stundum meðhöndlað mig eins og Tómas. Þegar Tómas heyrði það að Jesú var upprisinn, þá sagði ég trúi ekki fyrir ég fæ að stinga fingrunum í naglaförin og hönd minn í síðu hans. Og Jesús mætir og segir, stingdu höndin í naglaförin og í síðu mína. Og þegar hann gerir það, þá segir hann drottinn minn og Guð minn. Og Jesú vill mæta þörfum okkar og ég sem er svona jarðbundinn og á margan hátt, þó ég hefi lært að vera andlegu líka og ganga fram í trú á göngu minni með Guði, að ég þarf svona einhverja staðfestingar, eitthvað aðeins meira og Guð gerði það fyrir mig.
Ég veit eitt af því sem að var mér alveg svona sérstakt vandamál og mikið umhugsunarefni, það var þetta að mér fannst ég alltaf þurfa að gera eitthvað og standa mig og vera svona nokkuð með fullkomin, annars væri ég bara ekki lengur í liðinu með Guði, annars ætti ég ekki lengur að lifa lífið, annars ætti ég ekki til samfélag við Jesú ef ég væri ekki nógu góður, ef ég stæði mig ekki nógu vel. Og á sama tíma vissi ég að Jesú hefði dáið fyrir syndir mínar, en það var eitthvað hjá mér sem var þannig að ég átti svo erfitt með það að láta duga að trúa því sem Jesú sjálfur hefði gert á krossi og það var ekki mitt verk og ekki mér að þakka. Ég fannst ég þyrfti að gera eitthvað líka sjálfur. Og ég fekk þá biblíulestur Galatabréf og Galatabréf er mjög merkilegt vegna þess að í því bréfi segir Páll, það er hægt að réttlætast fyrir lögmál vegna fullkomin samfélagi Guði gegnum lögmálið, en þá þurfum við að halda öll boðorðin, meðal annars boðorðin að elska Guð af öllu hjarta, sál, mætti og huga og náungan eins og sjálfan sig. En í þessu boðorði felst að við þurfum að elska sjálf okkur fullkomlega og náungan fullkomlega. Og svo segir Páll að ef þú brýtur eitt boðorð, alveg sama hvað þá ertu búin að brjóta þau öll. Þá ertu sekur við allt lögmálið. Með öðrum orðum, fræðilega geta menn eignast líf með því að halda lögmálið einu og öllu. Enginn maður getur gert það og hefur nokkurn tímann gert það. En Páll segir, ef þú velur að byggja lífið þitt gagnvart Guði á lögmálunum þínum eigin verkum, þá ertu fallinn úr náðinni. Þú velur hvort þú ætlar að byggja lífið þitt gagnvart Guði á því sem Jesús gerði á krossi eða hvort þú ætlar að blanda þið saman og segja, ég ætla að byggja því, en svo ætla ég líka að gera eitthvað sjálfur. Hann segir, ef þú gerir það, þá ertu búin að velja lögmálið og þá ertu undir dómi að þú getur ekki haldið það, en þú verður, og þá ertu þræll, af því að sá sem brýtur hegningarlögin á Íslandi, hans býður dómur og fangelsi. Hann er ekki frjáls. Og þegar brotlegi lög Guðs, þá er ekki frjáls. En þegar við þiggjum náðina, þegar við þiggjum það verk sem Jesú vann á krossinum, þá erum við frjáls. Við erum sýkna af öllum okkar syndum, öllu sem við gert rangt og við erum frjáls. Það er ekkert ok á líf okkar lengur. Og Páll segir, til frelsis frelsaði Kristur ykkur, standið föst og láti ekki leggja á þér ánægðarök aftur. Farið ekki aftur undir það að vera að lifa lífi þar sem við þurfum að vera 100% og ef við gerum það ekki að vera undir dómi. Það er enginn sem getur lifað á þann hátt að hann sé alltaf undir dómi. Það er nógu erfitt fyrir hvern og einn að lifandi stöður í gagnrýni, hvað sem er frá vinnuveitanda, vinum, fjölskyldu eða hverjum sem er. En að lifa undir dómi, það er rosalegt. Þannig að ég var að ströggla með þetta og fannst einhvern megin að ef ég hefði ekki nógu sterka trú og ég ekki bara nógu sterka tilfinningu fyrir nærveru Guðs, þá var ég bara búin að missa allt sem Guð hefði gefið mér. En Galatabréfið lugst upp fyrir mér og ég fór að skilja það að ég myndi byggja því einu að Jesú hefði dáið á krossi, hann uppfyllti allt lögmálið og bar öll mín afbrot og greiddi gjaldið með blóðið sínu fyrir þau. Amen. Og þá er ég frjáls. Þannig að Páll sagði,
þeir sem ætla að byggja á lögmálinu undir ánæðaroki, að þeir geti ekki haldið það. Þeir sem byggja á því sem Jesús gerði á krossinum, þeir eru frjálsir. Og hann sagði, Kristur frelsaði eitthvað frelsis, láti ekki leggja okkur ánæðarók. Og alltaf Guð er svo góður að sko þegar stundu þegar Guð er að vinna eitthvað rosalega verk, þá fer ég alltaf að spekula, var þetta örugglega Guð eða var þetta tilviljun sko. Og Guð þekki mig. Og hann hefur oft gefið mér svona ytri hluti til þess að tala til mín, og ég hef sagt frá því áður að einhvern tímann þá einmitt þegar ég var að ströggla í þessu með lögmálið og fagnaðarerindi eða náð Guðs, að þá, og ég ætla að segja frá því aftur í þessu samhengi sko, að þá var ég að biðja, þá bilaði kassettutæki sem ég átti, svo var ég bara þá var ég í Vestmannaeyjum, ég var að vinna í saltfiski, og ég átti herbergi í verbúð. Og kassettutæki var bilað, og það bara stoppaði miður kafi. Síðan síðan var ég út í bæ, ég veit ekki, kvöld eða eitthvað svoleiðis sko, og þá kraup ég í rúmið, ég veit ekki af hverju. Ég fór að syngja söng sem byrjaði á þessu versi í Galatabréfinu. Söngurinn texti söngsins var svona: til frelsis frelsaði Kristur. Og þá fór kassettutæki á stað og hélt áfram með lagið. Látið ekki aftur leggja okkur ánæðarók, bara beint úr Galatabréfinu. Og það hélt bara áfram eins og það væri í sama takti. Það var alveg akkurat á sko sekúndubrotinu. Ég heyrði sko með henni söng, þá heyrði ég sko í tækinu, og þegar að ég var búin að ljúka setningunni, þá hélt það bara áfram. Og þá vissi ég Guð var búin að tala til mín innra, hann var búin að tala gegnum biblíuna, og svo í gegnum kassettutæki. Kassettutæki ekki notuð í dag. En eitt af því sem ég var líka að ströggla mikið með, það var trú og tilfinningar. Mér fannst ég vera rosalega trúaður þegar ég fann fyrir nærveru Guðs. Mér fannst ég vera rosalega trúaður þegar ég var á samkomu og allt var svo æðislegt, og ég var að lofa Drottinn og var svona fann fyrir honum og var tekinn af þessum boðskap og leiði rosalega vel. Og ef ég var að kristulegu móti, það var allt æðislegt, og mér fannst ég vera svo trúaður. Svo kom ég heim í gráan hversdagsleika, og þá dofnaði, þá var þessi tilfinning ekki svona sterk. Og þá fannst mér ég vera að missa trúna. Þegar tilfinningin hefði dofnað. Og ég þurfti að læra að trú og tilfinningar er alveg sitt hvor hluturinn. Trú hefur ekkert með tilfinningar að gera, annað en það að þegar við höfum ákveðna trú, þá hefur það áhrif á tilfinningarlíf okkar. Og þegar við finnum fyrir nærveru Guðs tilfinningarlega, þá er það trúarstyrkjandi vissulega. En trú er eitt og tilfinningar annað. Þannig að þegar að sem sagt, og ég átti mjög erfitt með þetta sko, eins og ég segi, ég hélt bara að ég væri bara komið burtu frá Guði, að tilfinningin fyrir honum var ekki sterk. En þá lærði ég að fara eftir því sem stæði í Guðs orði, reikna með Guð á þann hátt sem Guðs orð segði, og þá skipti ekki máli hvort ég verið þreyttur, svangur, syfjaður, illa fyrir kallaður eða bara pirraður. Guð var alltaf nálægur, Guð var alltaf nærri, og þetta væri bara eins og það sko, að ef ég hefði svona virkilega tilfinningu fyrir bílnum mínum, æðislegur bíl sé á, og að tilfinningin hyrfi, þá myndi bíllinn ekki hverfa bílaplaninu.
og þá sá ég að ég ætti að byggja á staðreyndum. Guðs orð er staðreynd og ég byggi líf mitt á því sem það segir, svo getur tilfinningalíf mitt rokkað í ýmsar áttir. Og það hvernig mér líður hefur ekkert áhrif á það hvort Guð sé til. Þetta hljómar fáránlega sagt svona, en í reynd þá féll ég þessa gildru. Já, nú er eitthvað illa fyrir kallað að Guð er ekki til lengur. Guð er bara horfinn. Þannig gerist það ekki. Og allt þetta var til þess að ég fór að styrkjast alltaf meira og meira í trúnni. Og ég var að vitna fyrir félögum mínum og einn fór með mér á unglingamóti í Vatnaskógi og við vorum allavega móti í Vatnaskógi. Þá var ég búinn að vera trúaður í 2 eða 3 ár og við vorum inn í kapellu og hann hafði meitt sig í hendina og hún var alveg stokkbólgin. Og hann átti mjög erfitt með að hreyfa fingurna. Ég, hann og svo stelpa sem var með okkur áttum bænastund, ekkert langa, en þegar bænastund var ljúka þá lítur hann á hendina á sér og byrja að hreyfa hana, snúa henni, ég man alveg eftir þessu, ég man alveg eftir svipnum á honum, hann vissi bara ekki hvaðan á sig stóð veðrið og bólgan horfin og hendi læknuð. Og þannig að svona vinnur Guð og ég fór fljótt að skilja það að þegar ég reikna með Guði, þegar ég reikna með kraftans, þegar ég reikna með því að þessi Guð sem svara bænum, þá fór ég að reyna Guð á þann hátt. Og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt atriði að reikna með Guði. Og ég fór að lesa Biblíunni, ég fór að lesa orðið og ég fór að hlusta á predikanir og útlistanir á orðinu, vegna þess að þegar ég geri það, þá er ég svona grundvalla trúna. Og ég lærði einhvern tímann að við ættum það sem var kallað hið 4B, sem væri svona nauðsynlegu vítamín í trúnni, allt B-vítamín. Og það var Biblían, bræðrasamfélagið, bara sem samfélag trúara sem þetta var orðað svona til að geta látið að byrja B, brotning brauðsins og Biblían, brotning brauðsins, bræðrasamfélagið og bænin. Og ég tók þetta alvarlega og við þurfum að horfa til þess að Guð fæddi nýtt líf inn í okkur og hann gaf þetta nýja líf og ætlaði því að vaxa og dafna. Og Guð vill þetta nýja líf byrja að snerta hug okkar, tilfinningar okkar og lækna líkam okkar. Og þess vegna er svo mikilvægt að hlúa að því. Og það er rosalega mikilvægt að bæna lífið með Guði. Eiga samfélag við hann, tala við hann og biðja hann að tala til okkar og reikna með því að hann geri það. Því að leið og við byrjum að nálgast Guð í bæn, þá nálgast hann okkur. Eða þannig virkar það okkar megin, og þetta er hann alltaf nálægur. Og eins er það með samfélag trúara að Guð kallaði okkur til samfélags við sig og til samfélags við hvert annað. Og Biblían gengur svo langt að hún segir að hver einasti kristinn maður er limur á líkama Krist. Jesús er höfuðið og henni kristnu er aðri hlutar líkamans. Og Páll segir, höndin getur ekki sagt við fótinn ég þarfnast þín ekki. Ég man ekki alveg hvaða, það var hugsun, ég man ekki alveg hvaða limi voru sem átt að, hann nefndi sem dæmi.
En einn limur á líkamannum getur ekki sagt því þarnast inn ekki. Hendurnar, eða þær sem við fætna við þörnust inn ekki, hver ætti að labba með mig? Ef að eyrun segja við augun, við þurfum ekkert að vera að halda. Líkaminn er einn. Og alveg eins og Guð kalla okkur til samfélags við sig, þá kalla okkur til samfélags við hvert annað. Og svo Biblían. Og eitt sem ég tók eftir með Biblíuna, að stundum var ég að lesa hluti sem ég bara beinlinni skildi ekki upp niður í. Og ég man sérstaklega vel eftir því að ég var að lesa Opinberunarbókina. Og ég veit ekki hvað var ekki að gerast í þessari bók, sko, það voru plágur og svo var það lofgjörð og svo var það þegar að Jesús var búinn að sigra allt óvinnis veldi og svo þegar djöfullinn fekk 3,5 ár til þess að athafna sig og alls konar hlutir í þessari bók og sumt skildi ég eitthvað, en svo var þannig fullt af atriðum þar sem einhverju englar voru að básúna og hella úr skálum og svona, sko, sem ég botnaði ekki upp niður í. En á meðan ég las það, þá gerðist samt eitthvað innra með mér. Því þetta nýja líf sem Guð hefur sett innra með okkur, þegar við gefum Jesú líf okkar, það einhvern veginn, sko, það skilur Biblíuna þó að hugur okkar ná henni ekki. Eða sko þau atriði sem hugur okkar nær ekki, það var eitthvað innra með okkur sem samt skilur það. Það virkar samt á eitthvað innra með okkur. Þannig að lesum Biblíuna og þegar við komum ykkur sem við skiljum ekki, þá bara lesum við það og erum ekkert endilega þurfum ekkert alltaf að vera að pæla í því. Bara lesum það. Og það byggjar okkur samt upp. Jafnvel. Þó við séum ekki, það er oft, það sem er erfitt oft í Biblíunni líka, sko, hún er skrifuð á öðrum tímum, á öðru tungumáli en við erum að lesa hana á og sem sagt, þá er margt framandi fyrir okkur, stundum við verið að taka líkingar inn í atvinnuhætti sem við þekkjum ekki lengur, sem er oft allt öðruvísi, en þegar maður er búin að lesa Biblíuna lengi, kannski að lesa eitthvað hana, þá getur maður að fengi botn í marga hluti svoleiðis. En jafnvel enn þann dag í dag er hluti sem ég ekkert skil og þeir er samt sem áður vinnur Guðsorðið í mér, af því að Guðsorðið er kraftur. Amen. Og það gerist eitthvað þegar við lesum það. Þannig við þurfum að gæta þess ef við viljum byggjast upp í trúnni að láta ekki tilfinningastjórna heldur orð Guðs, lesa Biblíuna, eiga bænasamfélag við hann, brjóta brauðið, allt er í skanga, eins og stundum kallað, og eiga samfélag hvort annað. Amen. Og þetta er svona það sem ég langaði til að leggja inn í kvöld og bara deila með ykkur svona hvernig, gefa ykkur innsýnin í það hvernig ganga mín var, er ekki ganga neins er eins og það er þannig sem ég leggja mikla áherslu á að þó að ég hafi upplifað eitthvað rosalega svona mikið tilfinningalegt og mikið þegar ég gaf Jesú líf mitt, það var líka þannig að margir gefa Jesú líf sitt og fara með bæn og segja játan sem drottinn og frelsara og upplifa ekkert þá stundina. Það skiptir engu máli. Það fæðist samt nýtt líf innra með ykkur. Amen. Og þegar við ræktum það, þá verðum við vörum við það. Og það vex og það dafnar við hlúum að því. Það er mjög misjafnt hvernig tilfinningalega upplifun manna er við þennan atburð, en hann á sér stað. Og nú ætla ég að leiða þig í bæn sem ekki hefur tekið á móti Jesú, þannig að þú getur eignast þetta sama líf og ég fengi að reyna og 100 milljóna mann allan heim. Amen. Biðjum saman og þið með hafa þetta eftir mér.
Kæri Jesú, Kæri Jesú, ég gef þér líf mitt. ég gef þér líf mitt. Ég trúi því þú lifir í dag Ég trúi því að þú lifir í dag. og þú ert konungur minn og Guð minn. Þú ert konungur minn og Guð minn. Ég tilheyri þér eilífð. Ég tilheyri þér eilífð. Amen. Amen. Þá bara tekur þú við, Sara. Já. Amen, takk fyrir þetta. Við ætlum að fara í hugleiðslubæn. Þannig að við skulum bara koma okkur þægilega fyrir, hvort sem við sitjum eða liggjum. Og bara draga djúpt inn andan. Og hugleiðslubænin virkar bara þannig að ég býð eftir heilugum anda og síðan leyfi ég honum að biðja í gegnum mig og þið sem eru að hlusta og horfa mig gera þessa bæna ykkar með endurtakana annarkvort uppátt eða bara í hjartan ykkar. Amen. Ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ætlar að biðja, þú ætlar að lækna, leysa, þú ætlar að gera kraftaverk og tákn og undur og stórkostlega lífsbreytandi hluti hér í kvöld. Í hjarta, í huga og í líkama og í sálu, allra sem er að hlusta og ég bara bið þig, Faðir á himnum, að snerta við börnum þínum í kvöld. Ég bið þig heilagur andi að starfa hér í kvöld. Ég bið að starfa og við gefum þér algjörlega frjálsar hendur til að gera það sem að þú vilt, verði þinn vilji fyrir hvert og eitt okkar hér í kvöld. Þú veist hvað það er sem við þörfnumst, þú þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Ég bið þig bara að hlúa að þínu fólki, að líð þínum hér í kvöld. Í Jesú nafni opna ég hjarta mitt fyrir þér, Faðir. Og ég segi, auktu mér trú. Auktu mér trú. Gefðu mér þína trú inn í hjarta núna, Jesús. Að ég hafi alla þá trú að bera til þess að vera sú eða sá sem þú segir að ég sé. Í Jesú nafni tek ég við elsku þinni, Faðir, inn í hjarta mitt, inn í huga minn og inn í sálina mína. Ég leyfi þinni elsku, Faðir, að flæða ekki bara til mín, heldur líka frá mér til annara. Í Jesú nafni þá vel ég að elska náungan eins og sjálfa mig. Og ég get gert það ekki fyrir sjálfa mig, heldur að því að þú, Kristur, lifir í mér. Í Jesú nafni stíg ég inn í andan núna. Og ég þakka þér fyrir, Faðir, að þú hjálpa mér að lifa í andanum og ganga í þínu ljósi. Alltaf. Í Jesú nafni þá bara hasta ég á allt myrkur. Ég rek út allan ótta og allan kvíða og allar ásakanir sem hafa reynt að koma gegn mér eða einhverjum hérna inni. Og ég tala frið Guðs inn í hjarta okkar. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú snertir hjörtu okkar í kvöld. Í Jesú nafni þú sendir orð þitt inn í hjarta okkar í kvöld.
Í Jesú nafni kemur lækning þín, Faðir, inn í líkamann okkar núna. Inn í hverja einustu frumu í líkamannum. Í Jesú nafni tala ég lækningu heilags anda inn í hverja einustu hugsun. Inn í hverja einustu tilfinningu. Og það sem áður voru verkir, það kemur vellíðan og lausn. Það sem áður var angist og örvænting, það kemur hvíld og öryggi og friður. Og það sem áður var örvinglan, ranghugmyndir og ráðaleysi, það kemur viska Guðs. Það kemur fyrirætlun og áætlun Guðs í Jesú nafni. Að því að Guð er að gefa þér vonaríka framtíð. Og við segjum takk, Faðir, ég tek við þessari gjöf núna inn í hjarta mitt. Og ég biðji Faðir að hjálpa okkur að endurnýja hugarfarið. Takk, Faðir, fyrir að lýsa upp hverja einustu hugsun með þínu ljósi. Og ljósið þitt er fullt af lækningu, fullt af friði og von og trú, fullt af gleði, ást og kærleika, allsnægtum. Og ég bara tala allsnægta blessun inn í líf þitt. Og ég hasta á allan skort og alla eymd og í staðinn kemur blessun og allsnægtir Guðs. Guð á allt. Guð skapaði allan heiminn og Guð sér fyrir okkur. Og í Jesú nafni það bara opnum við heilsuhjartað okkar fyrir þér, Faðir. Og við þökkum þér fyrir að þú lætur heilbrigði þitt flæða þar inn. Guðlegt, yfirnáttúrulegt heilbrigði, föður okkar á himnum sem að hann gefur okkur núna í Jesú nafni. Og ég biðji Faðir að hjálpa okkur að setja fókusinn á Jesús. Festa hugan við Jesús. Og ég tek ákvörðun í hjartanu núna að hugfesta þig, Jesús. Og ég lýsi því yfir hugafar hvers og eins sem er að hlusta. Þín fyrsta hugsun á morgnana er Jesús Kristur og þín síðasta hugsun á kvöldin áður en þú sofnar er Jesús Kristur. Og hann vitjar þín í draumum þínum og allan liðlangan daginn er Jesús Kristur að poppa upp í hugaðin. Og því fylgir friður, því fylgir náð, því fylgir lækning og því fylgir blessun og því fylgir gleði og því fylgir von og styrkur og öryggi og trú. Og í hjarta okkar allra er þessi yfirnáttúrulega fullvissa. Ég er hólpin. Ég er örugg, ég er öruggur. Hinn vondi fær ekki snert mig. Ég hef vald yfir öllu myrkri. Þú hefur vald yfir öllu myrkri. Í gegnum Jesú Krist. Og Jesús hefur gefið þér lykilinn. Og þú setur hann inn í hjartað þitt núna og segir takk Jesús. Og heilagur andi er að flæða og hann er að opna dyr í þínu lífi. Það sem að Guð ætlar að úthella blessun sinni yfir þig og þitt líf.
ný tækifæri, nýja leiðir, ný blessun, nýr kraftur, nýr styrkur frá Guði og ný sýn. Og Guð Faðir segir, þú ert ekki of gömulega gamall og þú ert ekki búin að klúðra of miklu. Af því að Jesús Kristur hefur gefið þér allt sem þú þarfnast. Og Guð hefur gefið þér tilgang. Og mér langar til að biðja þig, Faðir, að setja bæn þína á hjarta okkar og inn í hjarta okkar. Gefðu okkur hvatningu og löngun til þess að biðja. Ég biði Faðir núna að heilagur andi að koma með bæn þína inn á þessa stund fyrir líf þínum sem hérna, sem að hlusta núna live eða þeim sem eigi eftir að hlusta. Í Jesú nafni þá hasta ég á allt vonleysi og von Föðurins kemur inn í hjarta okkar í staðinn. Og það einhver sem búin að vera að glíma við gremju í áraraðir, jafnvel áratugi. Og ég skynja að Guð að eiga við þessa gremju núna og leysa hana upp og setja sátt inn í hjarta þitt. Setja sátt ekki bara við Guð og sjálfa þig og aðra menn, heldur líka sátt við það sem liðið, það sem búið, það sem liðið farið. Og Guð bara búinn að þurrka það út núna í Jesú nafni, það farið. Og hann sagði ekki vera að hugleiða það sem liðið, settu augun á mig og hugfestu mig, Guð Föðurinn á himnum. Og þegar þú finnur að hugarfarið þitt að fara í rangar áttir, það koma neikvæðar hugsanir, það koma myrkur í hugarfarið þitt, þá skaltu festa hugan á Jesús. Bara byrja að segja innan með þér Jesús, Jesús, ég fókus á Jesús. Bara loka augunum og sjá hann fyrir þér í huganum. Leið og gerir það, þá kemur kraftur Guðs inn í hugarfarið þitt aftur og hugarfarið verður bjart og fallegt aftur. Þetta svo öflug leið til að eiga við hugsanir okkar og myrkrið reynir að ná okkur fyrst og fremst í gegnum neikvæðar og dimmar hugsanir. Og það ástæða fyrir því að hinn illi velur þessa leið af því að hann veit hversu mikil áhrif hann getur haft á okkur, börn Guðs, í gegnum hugarfarið okkar og í gegnum myrkar og neikvæðar hugsanir. Og í Jesú nafni þá hasta ég á þetta myrkur og ég hasta á allt illt sem reynir að koma gegn hugsunum þínum eða hugarfarinu þínu og ég tala ljós Guðs inn í hugarfarið. Ég tala hugsanir sem fullar af blessun, hugsanir sem fullar af lofi, hugsanir sem fókusa á Jesú Krist, hugsanir sem lofa Guð, daginn út og daginn inn, hugsanir sem í stöðugri bæn og samtali við Föðurinn á himnum. Í Jesú nafni þitt hugarfar heilbrigt og bjart, þitt hugarfar blessað og þú hefur fengið vald frá Guði yfir þínum eigin hugsunum. Og þú að velja vel og vanda valið hvað þú leyfir hugaðinum, hvar þú leyfir hugaðinum að dvelja, ekki leyfa honum að dvelja í myrkrinu. Takk Faðir fyrir að blessa hugarfar okkar hér í kvöld og lækna hugarfar okkar. Ég sé bara núna svona sýn af hjarta og það svona blæðandi sár. Það blæðandi sár í hjartanu og það bara lekur og það sársauki, einhver gamall
Sársauki sem óuppgerður en sársaukinn og sárið ennþá blæðandi. Og ég bara sé Jesús koma með sína gegnumstungnu hendi yfir þetta og segja í Jesú nafni, þessi sársauki læknaður. Í Jesú nafni þetta hjarta heilt. Og þetta á við alla þá sem að hlusta sem hafa verið að glíma við sársauka í hjartanu sínu. Eitthvað óuppgert og stundum getur sársauki í hjartanu manifestast eða tekið á sig birtingamynd sem líkamlegu sársauki. Eða þjáning í sálinni. Og Guð að lækna þetta núna. Og hann heldur á þinni sál í fanginu sínu, í sínu elskandi fangi. Og bara umvefur hana með ást og hlýju og umhyggju og kærleika og setur trú inn í hjartað þitt. Þessa trú sem að segir, þú ert dýrmæt, þú ert dýrmætur. Þú ert mikilvæg, þú ert mikilvægur, þú ert sköpun Guðs, Guð skapaði þig í hans mynd. Og þú skiptir föðurinn á himnum stórkostlega miklu máli. Jesús Kristur gaf líf sitt á krossi fyrir þína sál, svo dýrmæt hún. Og Guð vill að þú sjáir það og trúir því. Og hann segir ekkert styggðar yrði skal koma út munni þínum sjálfan þig eða þitt líf. Og hann setur innsigla á varir þínar, á tunguna þína, sem að tala út líf, sem að tala út blessun og sem að tala út ljós og heilbrigði, sem að tala út kærleika og miskunnsemi, fyrirgefningu og ást. Og þú finnur svo mikið létti núna í hjartanu þínu. Þú bara finnur hvað Guð að eiga við þig. Og þú færir, munnurinn og tungan þín færist núna undir andan og hans leiðsögn og hans stýri. Og í því felst að þú talar frið, þú talar sátt, þú talar lausn og það kemur viska Guðs, drýpur af vörum þínum. Viska og speki hins hæsta hefur hann sett inn í hjartað þitt, inn í tungu þína og á varir þínar. En hann segir, vandaðu þig af því að þessum orðum fylgir vald. Þegar þú talar í andanum þínum, þú talar visku og speki Guðs, þá gerist eitthvað inn í hinni ósýnilegu veröld. Ekki bara í þínu eigin lífi, heldur líka þeirra sem í kringum þig. Bönd slitna, keðjur brotna, myrkur flýr. Sársauki í hjörtum læknast. Já, Faðir, ég bið að senda orð þitt inn í hjört okkar núna. Settu orð þitt inn í hjört okkar. Að við megum mæla af visku, af speki, orð þitt. Yfir okkur sjálf, yfir líf okkar og yfir þá sem við elskum og líka þá sem við þekkjum ekki. Í Jesú nafni hasta ég á allt óagað heimsku tal og ég rek það út. Það kemur ekki fram að okkar munni. Í Jesú nafni. Ég bið þig, heilagur andi. Að gefa okkur þína bæn. Og ég þakka þér, Faðir, að þú úthellir elsku þinni hérna yfir okkur, börn þín.
ætlum að taka hérna örfáa mínútur bara til að hlusta. Ég finn bara svona þörf fyrir að við eigum bara svona nána stund núna með heilugum anda, með föður okkar og bara hlustum. Og það eina sem að þú þarft að gera er bara að fókusa á Jesús. Jafnvel bara loka augunum og sjá hann fyrir þér í huganum og bara vera með fókusin þar. Ekki leyfa, ef að koma einhverja hugsanir að trufla, bara fyrirgefa þeim, setja fókusin aftur á Jesús. Af því að Guð vill tala til þín. Drottinn geði okkur eyru sem heyra. Í Jesú nafni biðjum við þig, Faðir, að tala til okkar. Mér langar til að áður en að við komum hægt og rólega tilbaka, þá langar mér bara til að tala blessun yfir alla sem eru að hlusta og fjölskyldu þeirra. Já, himneski Faðir, ég afhendi alla þá sem eru að hlusta og horfa og fjölskyldur þeirra inn í ljósið til þín. Og með þeim mættu og því valdi sem að þú hefur falið mér, Faðir, og í nafni Jesú Krists frá Nasaret þá tala ég blessun yfir líðin. Í Jesú nafni þá tala ég margfalda blessun yfir alla sem eru að hlusta og alla fjölskyldu þeirra. Í Jesú heila nafni þá tala ég 100-falda blessun yfir líðin. Blessun á öllum sviðum lífsins, trúalega blessun, vonalega blessun, heilsufarslega blessun. Blessun, ég tala blessun inn í orku og kraft og ég hasta á alla þreytu og reka hana út og kraftur Guðs kemur í staðinn. Og ég tala blessun yfir fjárhaginn, ég tala blessun yfir fjölskylduna alla og tengslin og böndin á milli þeirra sem er í fjölskyldunni og ég tala mátt fyrirgefningar þar inn. Og ég þakka þér fyrir að þín fyrirgefning flæðir inn í þessa fjölskyldu, Faðir, þar sem að þú fyrirgefur öllu því sem að fyrirgefa þarf. Og það leysist upp og það umbreytist í blessun. Það sem áður var ósætti og ágreiningur og fíla og rifrildi og leiðindi og sársauki, það bara er fyrirgefning Guðs, er búin að taka þetta og umbreytist í blessun. Og þetta er farið. Og það er sátt Guðs komin í staðinn. Og ég þakka þér fyrir að þín margfalda blessun fyllir hjört okkar allra núna. Stórkostleg guðleg blessun og ég þakka þér fyrir blessunina, Faðir. Og ég þakka þér fyrir hvað þú blessar okkur hér á þessari stundu. Og ég veit að þessi stórkostlega blessun á eftir að birtast í lífi hvers og eins sem er að hlusta, sem er að horfa með margvíslegum hætti, með undraverðum hætti.
Í Jesú nafni. Amen.